með Lose Yourself. Furðulegu 50 dagur eins og sumir strákunar FM stöðunni myndu kallan. Hingað mættu til mín Hjöppi K, verður velkominn. Takk fyrir það. Hvernig ertu? Ég er votur, ég er aðeins búinn að vera að horfa einhverja heimildarmyndir Adolf Hitler og shit hvað sá gæi virðist hafa verið fókaldur. Gjörsamlega fókaldur þessi gæi, maður. Já, þegar þú segir það, maður. Hvað var að frétta? Hvað var eiginlega að frétta þarna? Gæin, þú veist, fættur í Austurríki og fer í einhvern her þarna og verður síðan aðalmaðurinn og fókar öll upp. Ég meina... Bing, bing, bing. Ertu með grjótur að heila eða? Nei, ég segi svona. Hann var ekkert í hausnum á þessum gæja, en hann er döður í dag og við getum fagnað því. Já, við ákomum að byrja þetta með smá hressa innkomu í FM 95 Blöð, enda mikill fílingur á okkur strákunum og grjótarðu þáttur í dag. Það var svolítið gott að vera laus við sólina. Finnst þér? Já. En sko málið ég var reyndar að hugsa þetta. Það er búið að vera svo gott viður í sumar að maður getur ekki verið að bölva smá rigningu núna. Nei, ég vil fá smá dimmt núna. Þetta líka er einhvern veginn alltaf svona smá kvíðarhóttur í manni ef það var higgalega gott viður. Hjörvar vill ekki fara út. Já, jú, ég skal fara út. Manni finnst þess að maður eigi að vera að gera eitthvað. Já, ég er að segja það. Núna getur maður bara setið, horta á Ólympíuleikana, Pepsi-mörkin, bæði í endurtekningu. Já, og ef eitthvað spyr maður bara eitthvað hvað þetta gera, er ég nú bara heima að glapa á DFT. Í þessu veðri, það kemur ekki lengur. Það er bara, einmitt. Mér finnst samt að þetta er töff þegar ég er heima, er mjög gott veður. Bara með pop og kók og horfa eitthvað, þú veist, Já, það er samt eins og ég segi, þá líður mér eins og ég sé að gera eitthvað að mér. Finnst þú að vera út að hlaupa eða hjóla eða? Ekkert endilega út að hlaupa eða hjóla eitthvað svona. Eða drekka bjór eða eitthvað? Nei, það, veist, ekkert áfengi tengt, sko, en það dettur stundum í mig. Ekkert áfengi, sko. Svona svo hugmynd að, ætti maður kannski að vera út að leika við börnin sín eða eitthvað. Já. Sem maður á ekki. Nei. Þannig að... En hvernig ertu eftir þjóðhátíð? Herðu, ég er góður. Ég er allur að koma til. En sjálfur? Þetta var skemmtileg þjóðhátíð. Já, þetta var hrikalega gaman. Og ég er búinn að ræða það alveg hér í þessum þætti. Ok. Þetta er, ég reyndar, kvefið er að fara. Ég var pínu kvefar eftir hana, annars ágættur, sko. Ég var með þér í herbíki. Það var skemmtilegt. Og þú ert þægilegur herbíkisfélagi. Já, ég er mjög þægilegur. Alltaf verið. Hlýtur lítið. Allan var ég ekki var við það. Nei, ég er laus við það. Og svo er ég ekki suppilegur. Þú ert ekki suppilegur? Nei. Svo ertu svona velíktandi. Hakkaði fyrir það. Það er sennilega, sko, þú ert nú ekki mikið fyrir að rósa mér, Hjörvar. Ég held að þetta sé eina rósið sem þú gefið mér, að ég sé vel lyktandi. Sem er þetta alveg ágætis kostur í fólki, held ég. Veist það mjög mikið að það menn séu vel lyktandi. Já, það er gott. En eins og ég kom inn á, þá erum við með dundur þátt fyrir ykkur í dag við Hjöpsinnegar. Við erum með, Brjánbreka á sínu stað. Það verður einmitt áhugavert að heyra í honum. Ég sá hann tvisvar á þjóðhátíð. Hvenær ætlar hann að mæta? 3-5? Ég hringi hann 5 leyti. Svo er flottulega-keppnin og töðhófnið, sturlaða staðrendir og fleira gott. Við fáum líka til okkar góða gest sem hann heitir Helgi, sá ungi maður. Helgi Ómarsson, það vita allir hver Helgi Ómarsson er. Já, Helgi Ómarsson er alveg með þetta. Hann er sko tískubloggari. Og hann setur inn status eitthvað, á ég að lita mér hárið. Þá koma svona 300 like frá 300 mismunandi stelpum. Já, það er bara einhvað sem við þurfum að ræða á næstu líka. Já, herru, talandum like og er að pæla í þessum buxum eða eitthvað. Já, talandum like og status. Ég ætla að vera búin að ræða þetta fyrir vikunni. Ég ætla að ræða þetta við Sveppa bara strax á þriðjudaginn. Sveppi veit ekkert. Nei, en Páll Óskar, hann var alltaf hendinn ég nenni ekki að opna, ég get kannski að opna á eftir. Nú er ég aðeins óundirbúinn af því ég ætla ekki að fara í þetta fyrst ykkur. En Páll Óskar, hann var að setja inn fullt af statusum á þjóðhátíð. Fengu aldrei undir 300. Það var svona, þá er ég búinn á Akureyri, einhver rándir mynd á honum, einhver svona, glísgalla, bara Akureyri, takk fyrir mig, farin til Eyja, 300 likes. Ok. Og svo bara komið til Eyja, þetta var æði, 700 likes. Ok. King Palli? Já, King Palli er alveg með þetta bara þegar hann kemur að Facebook. Ok, já, ég meina, það er náttúrulega með, náttúrulega svona, eða einhverju ellendir celebrities eins og Cristiano Ronaldo eða Pitbull eða einhverju hendi ykkur inn, þá er alveg einhver miljón like á saman hvað ég gera, sko. Eina celebrity sem ég er með svona eitthvað á Facebook er Wayne Rooney. Ok. Hann er ekkert alltof spennandi þarna. Nei, ég er einmitt follow Pitbull og hann setti mynd af sér með Will Smith og Mark Anthony og Fergie fengu mynd af sér. Pitbull og Facebook. Fengu mynd af sér með honum og ég held að svo mynd sé komin, hún er með einhver tala sem ég kann bara ekki að lesa En segðu þetta rétt, Jófi, hvenar, því að núna eru við búin að vera hvað í loftinu í 9 mánuði eða 10 mánuði Heila meðgöngu. Hvenar ætlar að hætta með þetta Pitbull-grínið? Hvenar ætlar þú að hætta með þetta Nirvana-grínið? Herrin, erum við að spila lag fyrir mig með Cheryl Cole. How do you feel when I call your How do you feel when I call your name? Ég skal skoða það eftir. En við ætlum eins og að byrja á Coldplay og Rihanna. Princess of China, 50 dagur, smá úði. Smá úði, það er í góðu lagi. Fínasta skapi. Princess of China. Hér í FM 95 Blöð.
Klukkan og 10 mínútur yfir 4 og oftast á þessum tíma dags förum við slúður hér í þessum þætti og það er engin breyting á. Ég var samt að fá hugmynd að geðum einhvern dagskrálið. Hvað dagskrálið er það? Hringi einhverja gæja, eins og bara Marino og FM eða einhverja svona rámdýra tappa. Eða bara einhverja tappa. Já, blessar, herði, getur aðeins kíkt á okkur fimmleiti og ræða eins og okkur í Gay Pride helgina? Já. Ég á hverju? En veitu, ert þú ekki... Er þetta ekkert góð myndið? Ertu að tala að ringja bara í menn sem eru ekki í samkynhneigðir og ætla að ræða við okkur Gay Pride? Já, eða ringi Guðjón Val eitthvað blessaður, Guðjón Valur, hann myndi að halda við ætlum að tala við hann handbolta. Má þess að ræða þarna göngun og lögðardaginn, þetta ekki klárið það? Já, það er þetta ég hef ekkert á móti, þeim. Það var nákvæmlega, það var allir eitthvað svona, nú er ég ekkert eitthvað, að dissa þennan, Nú hef ég ekkert, Jónar, ég hef ekkert á móti samkynum, en ég eiginlega get ekki kommenta á þetta. Þetta bara gerum við eftir, eða típan sem kemur alltaf, Auðun, margir af mínum bestu vinum eru samkynum, svo það komið alveg skipt fram. Skulum að hafa það alveg á hreinu. Það er ekki til fordómar í mér. Ég segir eitthvað, sem heitir rasisti. Nei. Frændi félaga míns, hann er Asíubúi. Já, ok, þá er það alveg frábær. Þetta er enda veist að ég skal gefa það, þetta er ágætis hugmynd og við skulum bara skoða það, hringja ykkur eftir og spyrja okkur til að koma og ræða við okkur göngun á lögðardaginn. Ég ætla eins og að fara í slúður núna og byrja slúðri á Justin Bieber. Lístu vel að. Hann gerir allt vitlaust í Bretlandi núna og það... Nei, á slæmanhátt. If I was a boyfriend, I'd never let you down. En hann ekki vinsæll núna hjá Bretum eftir að hann gerir grín af því að Prince William Prince er að missa hárið og Justin Bieber fór að gera grín af því og spurði í einhverju bresku blaði af hverju ósköpunum hann notaði ekki, hvað stendur þetta, Propecia og þá myndi hárið á hann bara byrja að vaksa aftur. Sæði Bieber þetta? Já. K.O. Nefn að það nú margir af hans bresku aðdáendum sem náttúrulega dýrka prinsinn búin að snúa baki við Justin Bieber. Vá, hvað það er leiðilegt. Já, og margir segja að Justin Bieber sé bara eins og stendur orðrétt eins og annoying fly buzzing around you. Hver þarf svona flugu? Og fleiri svona niðrandi komment að fara inn á bæði Twitterinn hans og Facebookið. Það er ekki hægt að tala slúður er það að vera með lagið undir? Já, ég er svona að hafa undir Já. Þannig að það sem ég var að reyna að æla út mér er það að breskir aðdáendur Justin Bieber er alveg brjálæðir að því að maður að gera grína því að Williamur prins er að missa hárið. Justin Bieber er bara bad boy. Fólk verður bara að taka því. Hann er að breytast í nettan bad boy og tónlistin hans líka, hún er nú að skána. Geðveikur bad boy að koma með svona eins og að segja þetta. Það er bara, þetta er bara 18 ára krakki og hann missir út úr sér okkur notar hann ekki próseta og þá kemur hárið aftur. Það er allt bara hann ásamt að vita betur. Þetta er bara, hvernig varst þú þegar þú varst 18 ára? Ég var enda helmingi þroskaðurinn í dag. Já, ok. Þá var ég að mænda á fundi okkur stjórnmálahreyfingum og eitthvað núna. Já, ok. Betur, hvað á að gera í kvótamálunum? Þannig að þú ert að fara í öfugátt. Ég fara í öfugátt, Það er svona Benjamin Button í þroska. Já. Svo er næsta slúður sem að mér finnst mjög áhugavert. Það er verið að biðja núna Ben Affleck að leikstýra kvikmynd frá Warner Bros. Sem að ber nafnið Justice League. Og nú hugsa sumir, Justice League, hvað er það? Jú, það er svona mynd eins og Avengers nema frá hinu teiknimyndafyrirtækjunum sem eru einmitt með Batman, Superman, Green Lantern, Flash og Wonder Woman. Ok. Það er svona 2 fyrirtæki, hinir eru með Hulk og Spider-Man og það allt eins og var í Avengers, Thor og eitthvað. Og nú er verið að biðja Ben Affleck að leikstýra þessum hóp af ofurhetjum. Þetta er svolítið áhugavert. Já, samt að segja eina góða sögu tengda Ben Affleck. Því ég er með stálminni. Ég er með minni sem að svona svo fíll á alla vegum. Ég man eftir því þegar að ég fór á myndina Daredevil. Það var hann leika blinda superhetju. Já, þá var Auðun Blöndal í salnum. Ok. Það var í Smárabíó. Glæsilegt. Já, við þekktust ekki talminnur. Nei, ég vissi bara, ég sagði bara með þessi sköllóta viðrinni, mætti bíó með mér. Ég sagði bara, shit, hvað hann er lítill maður. Wow. Herði, ég er 1,79. Nei, þú ert 1,77. Hjörvar, ég er svo svarið það. Ég er 1,79. Já, ekki verið að taka með 2 Hann er flottur, en ég saknaði samt ennþá að hann sé ekki með Jennifer Lopez. Ok. Svona aldrei, ég var aldrei almennilega náð
því að þau séu hætt saman. Þetta reynda gæti orðið ágætis mynd því að sko Batman náttúrulega orðið grjótharður og svo veit ég að sko nýji Superman-trailerin rosalur og hann að fara Christopher Nolan sem gerir Batman að fara að gera Superman líka og nýji trailerin hrikalega flottur þannig að þetta gæti orðið flott svona ofurmynd eftir 2 ár. Allt þetta ofurdæmi er vel þreytt. Finnst þér? Já. Ég er ennþá gaman að þessu. Spurðu mig hvort ég sé búin að sjá Batman. Varstu búin að sjá Batman? Nei. Er það sama? Já. Ok, cool. En ég sé Orgasmo. Það var þetta gæðan sem byggur til South Park. Ég man eftir henni. Hún var mjög góð. Þetta enda slúrið á Manstu eftir Alf. Já. Nei, svona ángríns. Já, ég veit að mann eftir Alf. Já, ég held að sé ekkert margir sem að hlusta á FM 957 sem að muna eftir Alf. Það ekki allir fertugir eins og við. Hann að koma með comeback og nú verið að tala að búa til bæði bíómynd og nýja sjómanserju það reyndar ömuleg hugmynd, sko. Þetta með verri hugmyndu sem ég heyrt. En sko, Alf var eitt af það fyrsta sem var á dagskrá Stöðvar 2 þegar það opnaði. Já, fyrir ykkur sem að vita ekki hvað þetta þá var þetta svona geimvera sem að bjó hjá fjölskyldu og var rosalega vinsæl á sínum tíma en ég held að þetta eldist ekki vel. Og var alltaf með geggja grín í leiðinni. Já, var voðafyndin. En allavega fyrir ykkur sem að hlusta sem munið eftir Alf, þá að koma comeback. Eitt sem ég langar að vita, finnst þið Mr. Bean fyndin? Mér fannst það. Mér finnst það alveg hella ófyndin. Mér var mikill aðdáandi. En mér finnst til dæmis bíómyndarnas ekki nógu góðar. En ég dýrkaði þetta stand-upið hans á sínum tíma og fannst hann alltaf mjög fyndin. Alveg? Já. En nýja efni hans ekki að gera neitt fyrir mig, ég veit ekki hérna. Já, bara þetta gamla ekki heldur, sko. Þetta sami brandarinn út í eitt, sko. Nei, það var, Bean var. Byrju, alltaf ekki að spila það með lægum When You Call My Name, með Sheryl Cole. Jú, það bara næst. Það bara, ég var rósett í kerfið. Þetta eins og það David Guetta með Titanium og fýtt slúðupakk í dag, þó ég segi sjálfur frá. FM 957 og við getum með þess að bara prófa ef þú vilt fara út í það, sko. Við vorum að ræða þetta meðan við hlustuðum á Titanium með David Guetta. Hvernig það væri ef að einhver Íslendingur myndi taka sér til og vera með sjónvarpsþátt eða útvarpsþátt, svona anda Jay Leno og Conan og tala á ensku við Íslendingar sem kemur þessi. Og tala við þá eins og það talaði við svona algjörlega forunnin innslög. Já, eins og í þessum þáttum. Gjörsamlega, það eru öll alveg eins þessi viðtöl. Það held ég líka því að ég held ég megi ekkert spurja þá hverju sem er. Nei, ég held að sjálfur farið vel yfir bara herðu, þú veist, að því að þeir eru bæðið með umbósmann, allt þetta lið. Svo er þið með, þú veist, svona blaða fulltrúa og það er bara svona, herðu, hvað ætlar að tala við hann I'm sorry, Cover Havlidison doesn't want to talk about that. Can I talk about him about money? Cover Havlidison doesn't want to talk about that. He can talk about his movie and his upcoming projects. Yeah, and his holiday. That's all. Prófum hérna núna, en sko, þú ert náttúrulega ekkert að leiki á ég var að ímynda mér að Cover Havlidison sé Hollywood hotshot. Okay, þannig að þú ert leikari. Oh. Yeah, you're listening here to FM 95 Blur on FE 9.7 and I got a great actor here with me. His name is Hjörvar Havlidison. Welcome. Thank you. How are you doing? I'm fine. You're fine, yeah. Welcome to Iceland. Oh, thank you. How do you like being here? It's beautiful. I love the girls here. Yeah. No, I mean, well, just been a great ride all the time. I've been to a couple of places. Vekamot. Is that right? Yeah, that's right. Yeah. It's been a great time, and you know the funny thing, you got sunlight here all day. Yeah, I know. That's how we roll. That's that's ridiculous. Do you know what we say? Let's party till the sun goes down, and it doesn't go down. Well, I believe that, but I mean, you think you're gonna go to sleep, but it's still sunshine. Yeah, it's making me crazy. Yeah, I can understand that. But you're here to talk about your new movie, Alone in the Dark. Yeah. You traveled all around Europe, didn't you? Oh, yeah, I have. It's my movie, Alone in the Dark. I play a guy who's pretty much alone in the dark in the Vietnam War, and he's a prisoner of war. And, I talked to a lot of veterans before I took this part, and I think it's probably one of my best movies. Yeah, I'm hearing Oscar views. Well, I wouldn't say it's an Oscar view, but what I did do is I spent 10 years with a soldier, prepared for the part. And are you blind in the movie? Well, I am lost in the dark. I can see,
but I'm always in the dark, which is funny because you have sunlight all the time here in Iceland. Yeah, but not in your movie. Yeah, so it's a great contrast. And I think Þetta sennilega steiktast engum sem hefur verið tekinn hér í nýjum blöð. Þetta nefnilega ótrúlega. Það alltaf spurt fyrst bíómyndina, svo eitthvað svona Blood, you went to Italy, right? Já, það enda sérðu núna Ben Stiller, hann var að koma frá Íslandi og Jay Leno mátti ræða það, hann var sýnt. Þannig að það svona, þetta nákvæmlega þannig. Bíómyndin, hvaðan varst að koma og svo bara hvað svo framundan. Já. Það aldrei eitthvað góð spurning eitthvað. Is it true that you beat up Jennifer Lopez? Nei, það veist hvað við. Ég heldur að spyrja að tala Chris Brown eitthvað svolítið, ég var bara að taka eitthvað bulldæmi. En þú veist það aldrei eitthvað Ertu umbóðsmaður Ben Affleck? Það aldrei Það aldrei spurningin eitthvað svona alvöru spurninga. Now your dad, he was a raging alcoholic, wasn't he? Yeah, he loved his drink. Yeah, and my childhood was very hard. Yeah. Tell us about that. It's just came up. Nei, hann aldrei neitt svona. Nei, það aldrei neitt. Það þetta alltaf sömu hundleðulegu uttölun og ég fagna því að Íslands sjónvarp sé að hætta sína Conan O'Brien og Jay Leno. Ég fannst David Letterman fyndinn. En Jay Leno ennþá á skjánum. Nú hann ennþá á skjánum. Já, svo líka með ég fíla hann reyndar nýja Jimmy Kimmel. Mér finnst hann góður. Mér finnst Letterman fyndinn. Já, Letterman snillingur. En þetta var áhugaverð umræða. Þessi Cheryl Cole hér með Call My Name og eins og ég segi, sennilega eins og huggulegast í bransan. Það svo huge fan. Ég hafði ekki hugmyndum að hún hafi sungið þetta lag fyrir hennar. Já, hún á nú ekkert það glæstan tónlistaferil, en virkilega. Já, svona, með þú veist Girls Aloud, en svona sólóferillin, allt í lagi. Hún reyndar stóð sér mjög vel í X-Factor í Bretlandi, en svo skeitt Simon Cowell lási með því að hafa hann ekki X-Factor í Bandaríkjunum. Fannst mér sko. Ég mikill X-Factor andar. Þú náttúrulega eini maður sem ég sé á Twitter eða Facebook eitthvað, vá, ég vona að Kristína færi áfram. Já, ég bara svona, shit. Ég hef alltaf sagt það, ég er algjör getting hammered downtown og þú ert að pæla þessu. Ég hef alltaf sagt því sem svona X-Factor Idol nörd, en við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð, svo það Sturla staðrindir, Brjánn Breki og fleira. Tískubloggarinn. Já, tískubloggarinn leiðin til okkar. Helgi. King Helgi. Það nógum að vera í okkar strákum. FM 957 kynnir Instagram-leik Egils Appelsín. Átt þú góða mynd af ekta íslenskri upplifun? Skelltu myndinni þinni á Instagram og hashtagga hana með Egils Appelsín. Á hverjum degi mynd dagsins valin og ef þú átt hana, farðu kassa af Egils Appelsíni. Besta mynd sumarsins verður valin 17. ágúst og fær myndasmiður nýjan iPad frá epli.is að verðmæti 89.900 krónur. Nánar upplýsingar á nýrri og frískandi heimasíðu appelsín.is. Vertu með, fangaðu ekta íslenska upplifun með FM 957 og Egils Appelsín. Þú hefur þetta allt í hendur þér. Þú færð mánaðar aðgang í baðstofuna frítt þegar þú kaupir 3 mánaða kort í Laugum. Sæktum kortið og náðu í appið á hringtorg.is. Röstmannið að hlusta. Ég get bara ekki haft þetta lag á. Það bara þannig. Þetta lag verður verða með hverju sekundinni og ætla ég að lækka hér í því eftir 1 mínútu. Við hlustendur afsökunar. Þetta er lagið Good Time með Owl City. Og ég get lofa ykkur í þetta. Þetta er á saman tíma og Pitbull og Shakira voru að búa til lag og þá verður þú að hlusta þetta. Já, sko ég er að segja að þetta lag verður aldrei aftur spilað í mínum þætti. Good Time með Owl City. Og við erum hér í FM 95 Blöð. Hvernig heldur að mér líði þegar ég kalla nafn þitt? Hvað segirðu? Hvernig heldur að mér líði þegar ég kalla nafn þitt? Hvað ertu ennþá að tala lagið með Cheryl Cole? Ertu það mikill fan? How'd you think I feel? Finnst þér þetta það flott lag? Mér finnst það rosalega lag. Ok, mér finnst það alveg flott en ég er ekki alveg sammála að þetta sé svona flott. En það er eins og það væri svona gott að fá smá rapp í það. Já. Þú veist fá eitthvað Pitbull kannski eftir 2 mínútur eitthvað. My life's a movie. Þú spáir svolítið í pop-tónlist. Já, mjög mikið. Já, ég tek eftir, nú er ég ekki að grínast sko. Já, ég spá mikið í þessu. Þetta er svona a passion. A passion of yours. Þurfum við ekki að fara að gefa út eitthvað gott popla? Jó, eða bara einhverja svona saptíska pottet í höppi. Pottet í höppi, öll uppáhalds poplöðina séð bara. Reif í höppa. Á einum stað. Reif í höppa. Það er þetta grjótar nafn á blötu. En það er eins og að komið hér að dagskrálið sem er vikulegur hjá okkur og heitir Sturlaðar staðreyndir. Oh shit, helskan. Insane facts. Staðreyndir sem að svona, ekki allir vita. Nei, en eru sannar og sturlaðar. Og það sem eitt sem að ég veit að gæra að gera og meðal annars eitt maður sem ég þekki að hann brýtur í sér með konum með að koma með sturlaða staðreind. Já, ok. Sælar,
Vissur að fílar geta synt á 100 km hraða? Það geta hendur ekki. Nei, þú veist eitthvað svona. Ágæð, þú getur hendi... Nei, hvernig vistu þetta? Ég les mikið. Já. Það líka góð pick-up-línu. Meðan að margir að hanga á Facebook á chatinu, þá ég að lesa. Vissur allir íspinnir eru örfendir? Nei, alveg. Það bara hann. Og ég fyrir ykkur strákarna að úti sem eru á lausu, þá myndi ég hlusta núna því að þið getið eins og Hjörvar sagði notað þetta. Hér fyrsta sturlaða staðurinn dagsins sem ég reyndar veit ekki hvort það væri góð pick-up-lína því mér fannst hún hálf ógeðsleg en sönn engu að síður. Það er maður sem var með tvíburabróður sinn í maganum á sér. Næsta. Það er bimmaður. Og Þóttur í næsta. Já, en hann var ekki ok, næsta. Það eru 95% líkur á að mannkynnið verði útdautt á næstu 9.000 árum. Sturlu staðrind. Ok. Já, hvað finnst þér þetta? Þú veist, ég bara hef ekkert fyrir mér í að þetta sé ekki rétt, sko. Nei. En þetta er ekkert sem við þurfum að stressa okkur á. 9.000 ár. Við erum ábyggilega dánir þá. Já, mér finnst það líklegt. Nefnum að koma einhver ný undrapilla. Svo er það næsta sturlaða staðrind. Það verða nett maður. Það verða 9.000 ára. Nei, bara fá þessa undrapillu. Já. Hvað myndur þú vilja vera gamall með eftir aðunar? Ég myndi að bara vilja hætta núna. Myndur þú vilja vera 32 þessum eftir aðunar? Já, það ekki. Eða hvað, myndur þú vilja fara aðeins eldra eða? Aðeins eldra? Já, þú getur ekki farið tilbaka, þannig að við tafla ekki með núna. Ok, á stoppa sem vist. Já, nákvæmlega. Svo er það næsta styrstilega staðrind. Rannsóknir hafa sannað að þú tekur svita undir handlegg á karlmanni og setur hann á varirnar á konu að þá fer hún í betra skap. Ég veit þetta hljómar eins og eitthvað algjört grín en ég sver að þetta var inn á þessari síðu. Hefur aldrei látið sleikja á handleggkrigan? Nei, ekki þá bara nema fyrir sjónvarp og þá var þú Pétur Jóhann Sigfússon eða Sveppi og þeir fóru ekkert í betra skap, þeim var það ógeðslegt. Verður að prófa? Nei, ég er ekkert að fara í það. Ég er bara... Koma vel sveittur heim? Já, hægastu mín næst í fílu. Þetta er svona eina fáu sturlu staðrindu sem ég efast um. Því að ég er bara einhvern veginn ekki að kaupa þetta. Og hvað, hver er að prófa þetta? Bara setja svita. Það prófar þetta ekki og lifur bara einu sinni, sko. Það er þetta hrætt. Það er bara að finna eitthvað til að taka þátt í þessu. Svo er næsta, að blóta þegar þú finnur fyrir sásauka virkar því það losar enkefelín sem minnkar sásauka. Það er sem eitthvað í líkamæðinum eða haustumæðin. Þannig að þegar þú blóta þegar þú meiði, það er ekkert ástæðulausu, það virkar. Hvað segir þú þegar þú meiðir þig? Anskotin held ég, eitthvað svona. Ég held að segja hérna... Ég sem þið taka hérna. F-orðið þarna. Fokk. Já, maður sjá... Veistu hvað, fokk er eiginlega orðið svona orð sem er viðurkennt á Íslandi. Já, þetta er samt. Nei, það er ekki tónlegt. Af því að eftir að gæinn mætti með skiltið hana, hell fokk hana, helviti fokking fokk, þá okkur neginn þú veist... Nei, menn það verið í skaupinu sem öll borð... Já, öll börnum voru að horfa, já. Þú veist eins og hérna, þú veist, eftir svona 5 ár... Ég ætla með hana eins. Ég fari í anskotin. Fokk! En þú veist, eins og eftir svona 5 ára og stjórnmannumræðu þannig en eins og þessi fokking gæi er að tala um. Nei, það verður aldrei þannig. Vandamálum með fokking sjálfstæðarflokkin er ekki verið þannig. Það verður aldrei þannig, ekki lofaðri. Það halda að vera með sturlaðar staðreyndir. Það eru meiri líka fyrir karlmenn að fá símanúmer hjá konum en þeir eru með hund. Sturlaðar staðreind. Er það erfiðara? Nei, meiri líkur. Já. Þannig að karlmenn sem eru, þetta er gert í Bandaríkjunum, þessar sturlaðar staðreind. Ég veit, stundum að hérna, Albert Brynjar Ingarsson sem er frammeir í FH. Já. Hann fekk svona einhvern lítinn dúlluhund. Já, mjög sniðut. Mjög sniðut og er alltaf með svona, hann er sem sagt single og hann er alltaf með svona 7-8 myndir í viku sem hann er eitthvað aðeins að kúra mér með henni. Já, með myndirinn á Facebook og svona. Já. Ég ætlaði einmitt að koma inn á það, sko, í Bandaríkjunum þá er það mjög algengt að biðja númeri hjá stelpum og svona. Bara hey, can I get your digits, eða hvað sem ég segja. En á Íslandi, þá þú býður aldrei, eða svona nánast aldrei símanúmer, allavega ekki í dag, þá segir þið frekar bara hvað heitirðu, svo finnur hann þá bara á veraldavinnum. Eða ekki? Það veit ekki. Nei, ég þekki þetta ekki sjálfur. Svo er það næsta sturlaða staðreind. 21% af fólkinu í Suður-Kóreu heitir Kim. Það kemur ekkert óvart. Eiginlega allir í Suður-Kóreu heita einhver stær í nafninu sinu. Það Kimmið er ekkert óvart. Eða Park. Kim Lee Park væri ábyggilega líklegast á orðið í Suður-Kóreu. En Suður-Kóreumenn eru by the way left-handed goddamn geniuses. Það eru mestu snillingar í heimi. Make the best phones, best TV, best electronics. Já, og 21% af þeim heita Kim. Og góðir í handbolta, þó Heldur það sé einhver af þeim sem heitir Kim Kardashian? Nei, þú veit ekki, það er lélugur bröður. Það er engin, ángurist, það heitir engin Kim Kardashian. Nei. Hún er alveg frá svona Georgíu eða Tyrklandi eða eitthvað. Nei, Kim Kardashian. Já, Azerbaijan, nei, já, upprunalega. Þú veist það er blöð.
Áfram með þig. Herru, næsta sturlaða staðreynd að yfir 1000 manns hafa framið sjálfsmorð með því að hoppa í Mount Mihara eldfjallið í Japan. Steikt. Svo næsta. Kvenkyrskengurur eru með 3 vaginur. Hvað segirðu? Kengurur, bara women's kangaroo have 3 vaginas, stendur hérna. Ok, þetta er sturlu staðreynd. Já. Með þetta, við þurfum ekki að ræða þetta. Næsta sturlaða staðreynd. Með allri tækninni í dag tæki það samt geimfara 260 daga í eldflug til að komast á Mars. Ok, djúðlang með að fara á Mars, maður. Nei, það? Já. Gera hvað? Bara vera einhvern veginn, bara svona, þú veist, þannig að myndur þú lenna að ferðast í 260 daga? Börnin mín geti sett frá því að my dad, he went to Mars. Já, hann var fyrsti maðurinn á Mars. Og hann fyrsti Íslendingurinn til að rölda á Mars, eða, þú veist, bara fyrsti gæinn eða eitthvað. En þetta er grjótart, sko. Já, ég er að segja. You want people to remember your name, sko. The legacy. Já, ekki fyrir einhvern, ekki fyrir síma og þetta falda myndaðilar. Já, og svo er þetta svona ábúinlega einhver mynda mér í, kannski miðbæ í Kópavóks eða eitthvað, bara eitthvað svona. This guy went to Mars. Þú er ekki alltaf að hjöpið Mars. Já. Hjörvar Mars. Sem Mars er reyndar vont að vera kallaður í dag, sko. Það er súkkulaðistykki og það þýðir ventur að setja feiturlungur. Þú kallar eitthvað Mikey Mars, ákveðin að kalla Mikey Mars, eða Gunni Snickers. Það er ventur einhverjum lungar, sko. Nei. Það þarf ekki að vera. Nei. Viltu að má ég kalla það þá auðvitað KitKat? Herri, KitKat blöð? Það er bara rándýrt nafn, KitKati. Ég ætti bara að hafa samband með fyrirtæki og fá einhverjar fyrir þér. Svo er það síðasta sturlaða staðreynd dagsins. James Cameron var nánast búinn að lofa O.J. Simpson hlutverki í Terminator þegar hann hætti við á síðustu stundu og lét Schwarzenegger hafa það. Vissirðu þetta? Þetta vissi ég ekki, nei. Þetta er sturlaða staðreynd og rosaleg. Herri, þetta er Cameron, já. En O.J. Simpson var fýllleikari. Hann var fýlln í hérna Naked Gun-myndunum. Já, ég segi nú ekki fýllleikari. Manstu hvað hann hét í Naked Gun-myndunum? Orvin, nei. Jú, hann var eitthvað. Orvin. Hey. Hann hét eitthvað hann. Hverjum ekki drullu saman. Þetta voru sturlar staðreyndir og vonandi höfðu ég gaman á því strákarnir þar sem stóðu upp úr þáttina. Strákarnir sáttu þetta. Herri mér Brjánu vonast. Brjálbreki? Já. Ekki heyri hún? Ég sagði hann, ég myndi heyri hann klukkan 5 leiti. Fáum bara smá Foo Fighters. Times Like These. Þetta er ekta blöðlag. Þetta er lag sem ég elskar þetta. Hér á Foo Fighters, sjálfur Íslands vinnirnir, hér á FM 957, líka á þessum drullu fína 50 degi. Ég er að lesa það hérna og veistu hvað, ég sakna svo dagana þegar að FM-gæðir töluðu svona. Já, þetta var... Núna er þeir orðin svona meira svona já, stráka þeir í Foo Fighters og lag þeirra Nei, er ekki fært að tala bara eðlilega. Já, en þú veist, ég fílaði þetta miklu betur. Já, taka svona FM-rödd. Já, þetta, já. Og, Rónan Keating á leiðinni á Klakan, takk fyrir og pizza. Hér á eftir fáið lagið Halleluja í splunkunni í unnarbuxum. Alexandra Burke, búin að klæða. Já, og líka allir þessi flottu frasar sem eruðu til, eins og að bakka inn með fullan bíl af tónlist. Já. Þú veist, það var fannst með eitthvað besta svona nýdæmi á landinu. Já, ég heldur reyndar að það er komið þegar að vera að gera grína að FM. Ja, þeir setja á náttúrulega prómótur já þeim sko. Já. Þeir töluðum og bakkum. En það eru náttúrulega nokkur FM legend að núti. Svali. Hver er þinn uppáhald svona FM legend? Erfitt að segja til, náttúrulega. Sko ég verið Þröstu 3000 var alltaf nettur. Kalli Lú. Ég bjó einu sinni sko í sömu blokku Þröstu 3000, þannig hitt hann eiginlega hverjum einasta mótni. Og hann var alltaf hress, hann var æs og í útvarpinu, bara flottur, eitt smá fínn náungi. Já, það er að finna með þessa stráka. Og Einar Ágúst fannst mér líka alltaf og er góður útvarpsmaður. Já, hann er góður. Að finna ég samt með, ég held alltaf þetta væri bara svona, menn sætu hérna í FM-stúdíónu og væri bara já, hvað þetta gerir sér stuðbuxum, þegið, hættu þessu, drullar í burtu, já, hann er að stríða mér þetta eins að komið að Jennifer Lopez. Ég held þetta væri bara svona all in act. En svo þegar ég byrjaði að vinna á Pop-T og þá voru þeir semst með skrifstofu rétt hjá okkur og sumir af þeim að vinna með okkur á Pop-T. Þeir eru allir svona hressir. Þetta er bara, það er eins og séu high on life. Já, þú veist, þú gætir alveg, þú veist, samt labba upp á svala og sagt bara, herri, ég skulda hérna einhvern virðisauka fyrir síðasta mánuð. Hann myndi alveg segja bara, já, ok, og hérna eitthvað að reyna að aðstoða, sko, hann er ekki bara eitthvað. Veist hvað við? Ég er ekki að tala um það. Nei, ég veit það, en þú veist, ég þól ekki heiðarisma. Nei, ég er að djóka. Heiðarisman er snill, sko. Félagi minn, he's my brother. He's my brother and I love him. He's from Cope City, sko. Já. Hann er frá, sko,
bara hjarta 200 sko. Já, Heiðar er fagmaður. Heiðar er fagmaður. En svona maður sem ég sakna mest úr þessu er Jón Gunnar Geirdal. Og gæinn sem kom með þessi rosalega flottu FM-rödd á sínum tíma. Já, hann var svona hann svona frasakóngur? Já, hann var bjóð í Bandaríkjunum og það var hann sem mætti með þetta, takk fyrir það og pizza, wow. Reyndar, hann er ekkert ennþá með röddina. Hann talar ennþá, taktu frá, steik, takk. Já, og kannski segir eitthvað þegar þú býstu að segja já, þá segir hann frekar takk. Já. Herri, við erum að fara austur helgina. Takk. Herri, við erum að fara Segð þú núna mér til dæmis, allar að kíkja þjóðhátíð. Já, kíkja þjóðhátíð? Takk. Hann ætlar að kíkja þjóðhátíð? Takk. Já, hann getur líka sagt ætlar að kíkja þjóðhátíð. Bingo. Nei, hann myndi ekki hendi bingo. Hann hendur ekki til bingo? Nei, hann hendur í takk. Ok, það reynda Þorsteinn Jóð held ég eigi bingo. Já, sem er ekki gott. Jó, bingo er gott sko. Herri, heitur skólan 14:30. Bingo. Reynda var ég að borða á Nannan Tæ daginn og þar satt Valtý Björn og hann spurði núðlur, vinur minn, Tamás, þá kom Valtý Björn, bingo. Hann er snillingur. Hann notar ennþá bingo. Hann á líka fransan með medium rare. Þú spyrir hann hvernig hann er? Valtý Björn, já. Þá segir hann, ég er medium rare, því að, veistu þú hverju? Því að medium rare er besta steiki. Já, Brjálbreki notar þetta líka svolítið. Já, hann stelur svolítið frá Valtý Björn. Örstuð skilaboð og svo er það einmitt, Brjálbreki. Ég ætla svona að tjekka hvernig hann hefur það eftir þjóðhátíð. Tónlist.is gamanferðir Vá og FM 957 ætla að bjóða þér á tónleika með Lady Gaga 7. september í London. Skráðu þig í pröfuáskrift á tónlist.is og þú ert komin í poppinn. Mjög einfalt og engar skuldbindingar. But if you're not having a good time, I don't give a fuck. Ef þú ert heppinn ef þú að fara með okkur á tónleika í London 7. september með Lady Gaga og mátt bjóða einum með þér. Hversu magnað er það? Dregið verður út 17. ágúst í beinni útsendingu hér á FM 957. Tónlist.is gamanferðir Vá og FM 957 á tónleikum með Lady Gaga í London. FM 95 Blö. Alla virkadaga frá 4 til 6 á FM 957. Þessi stúlka heitir Alexandra Burke og vann með Umulugur hlutningur á þessu fallega lagi. Nei, mér finnst það flott. Hún vann með X-Factor á sínum tíma. X-Factor Er eitthvað samt ófrumlegra heldur en að mæta? Herru, já, Hjörvar mættur hérna í pröfur fyrir Idol og hvað var þetta að taka? Já, ég held að taka Halleluja. Þetta var ekki pröfur, hún vann á þessu lagi. Ég veit það, en þú veist, þetta er náttúrulega, þegar maður er búin að heyra nossaðan þegar að taka þetta, þá er þetta ömurlegt. Já, náttúrulega bara Jeff Buckley er langflottastu með þetta lag, nú ekki flóknara en það. Það styttist hér í flottulagakeppnina og fleira, en ég ætla að athuga núna hvort að ég myndi ná á Brjánibreka, félaga mínum. Hans ekki breyka, hann svari svona á 50 degi eftir Vestlunarmæki, sko. Nei, en ég er samt að vona að hann svari síman og maður sjá, hér að stilla þetta. Nú mér skulum sjá hvort að Brjánibreki vinnur okkar svari þennan 50 daginn. Halló. Halló, Brjánibreki? Já, veit það. Hvað er þetta eitthvað slapur? Þetta er því? Já, þetta er blöð. Blessir, mistari. Hvað er í gangi? Meistarinn. Þú mikli meistari. Já, takk fyrir það. Ég er góður, en hvað ertu eitthvað slapur? Ég er bara ennþá að ná mér eftir eigarnanna. Já, ertu bara veikur eftir þetta? Herði, ég var það þunnur eftir eigar. Ég held að þetta væri falin myndaðil eða eitthvað. Já, klæsir. Já. Það þunnur og ég held að verið að fokkin. Nákvæmlega, þannig að... Aldrei verið svona, en þetta er besta þjóðhátíð sem ég hef farið á. Næ, það er nú gott að heyra. Það er nú gott að heyra. Þú varst á staðnum eða ekki þegar við vorum að horfa á handboltan í dalnum. Og veistu hvað ég sagði þegar að dómarinn gerði mistök? Hvað? Þá sagði ég, út af með dómarann, innan með konunans. Já, frá. Það grenji allir dalurinn og þáttur. Já, það er slegið í gegn. Hérna, ég bjóð þetta til, út af með dómarann, innan með konunans. Nei, þetta var í spaukstofunni, minni mig. Hæ? Var þetta ekki í spaukstofunni? Nei, það grenji allir og ladri. Já, ok. Þannig að þú skemmtir... Jöfnveld, herðu, blöð. Já. Jöfnveld gilsarinn hann að vinuði nettur. Já, það er gaman honum. Það var gaman að hitta hann. Hann er þvílíkur snillingur. Þú veist hvað ég sagði þegar hann fyrst ég hitt hann? Hvað? Ég sagði hann, blessaður Rassus. Já. Ég sagði hann, blessaður Rassus. Hún er svo hitt bókunum.
Já, því að hann að tala Rassusa. Já, hann á það. Hann fattaði bara Rassus. Já, glæðilegt. Hann er alveg illa nettur gæði, sko. Svo var ég eitthvað að hanga þetta með honum. Var eitthvað bara við tveir og rölda hana. Þá kom einhver kærast hans. Þá stoppaði ég nú bara og sagði, heyrðu, að taka með þessi kærust á þjóðatíð, það er bara eins og, taka með þessi bók á bókasafni. Já, glæsilegt. Skilur hvað við? Það er nóg að gælum hana. Ekki taka þér með þér í dalinn. Hann bara kósið að vera í brekkunni með konunni sinni. En hvað ertu... Kósið að vera með konunni með brekkunni. Ok, það eru þetta hátíð á þér helgina, fyrir geður. Hættu þessu maður. Ég veit ekki, kósið að vera með... Já. Ég er að fokk, þú ert þetta 25 mestu meisturinn landsins. Já, glæsilegt. Þú var allir að tala eitthvað dróna þarna. Ég skildi ekkert, því að það voru þetta 14.000 drónar þarna. Ég er ekki að fara að rölda strax mér í dal til að hlusta okkur helvitis Róna. Nei. Þá voru það einhver söngvari sem heitir Róni og var að spila. Já, Ronan Keating. Keating, hann var að spila. Já. En hvað, hvernig heldur þú búin að jafna þig? Verður hann góður helgina? Já. Þú hitti mig og brotaði ekki hann eitthvað hann í dalnum. Jó, ég hitti ákvað bæði náttúrulega komst í þáttuna fyrst, en svo hitti hérna laugardeginum og ég verð nú að segja það að Broddi, hann var nú að vinna einhverju kvenfólki þarna og þú varst nú eiginlega alltaf bara eittir í hitti. Ég er eiginlega bara til að djamma, en því að ég er meira í gælunum í bænum, en reynda var smá vesen. Það var ekki til extra large smokkar á Magic Stickið mitt hann í Eyjum. Þetta er lélegast Ég leitaði alltaf extra large. Þetta er lélegast afsökkur sem ég heyrt. Þeir eru vist ekki með svona stórt Magic Stick hann í Eyjum. Þetta er ángrínsbjörnbrek, þetta er versta afsökkur sem ég heyrt. Það voru ekki til stórir. En ég ætlaði bara svona að tjekka þess að þér. Ég ætlaði bara svona að heyra hans í þér eftir þjóðhátíð. Já, ég er fýtt sko, en djúður ég að fíla handboltan. Eru flottir. Það reyndar einn algjör rasshaus í landsliðinu. Aron Pálmarsson. Nei, hann er fagmaður. Hann er fýtn í dag, en þú veist að hann er gælan sem ég var að hitta í vor. Hann sem byrjaði með henni og hún ætti með mér. Og þú veist það að hann spilaði næstu ekki sem mótari. Ég sagði við hann, ég ætlaði að mölva honum tætnar en hann geti ekki spilað. Þannig að hann kemist ekki í skóna, ég er ekkert að grínast með það. Þá er hann bara þvílitt nettur. Já, þetta er frábært. Þetta er mér bara treyju, áritaði á sér. Þannig að ég var bara allan tíman í dalnum, ég áritaði treyju frá honum. Og var bara aðal maðurinn, það er svona gíltreyja. Þannig að þeir orðnir vinir? Já, við erum vinir, við þekkjumst líka sko því að þjálfarinn hans er Íslendingur. Alfred. Í útlöndum. Og sem sagt, frændi hans og mamma mín voru eins og bólfélagar. Ég ætla að kveðja það Brjánn. Það er alltaf gaman að hérna. Rassus. Nei, Aron er snillingur. Býta þess, þú veist ég þarf að flýja bæinn núna í merkina. Ég get ekki verið allar sem homalikt. Herðu, ég heyri þér Brjánn. Ég teka það. Þú veit að segja næst ég hitti Söppa? Nei, ég veit það ekki. Ég segði hann, blessa Rassus. Frábært. Og hvað heldur að Söppi muni segja þá eiginlega? Að gaman að heyra og segja búin að jafna á þjóðhátíð. Af því að þú þekkir Söppa líka, hvað heldur að Söppi segja þegar ég segi það blessa Rassus? Ég bara veit það ekki Brjánn. Hvað heldur þú? Það segir kannski... Ég held að hann ekki að tala við þig. Þú ert rugglaður eða eitthvað. Já, það verður eitthvað frábært. Ég laka mikið til að heyra hvað hann segir. Já, herðu, láttu þið batna og við verðum í bandi. Herðu? Já, bye. Ég verður að kveðja þig. Bye. Bless Rassus. You're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you, now we on. Samkvæmt nýlegum mælingum á Íslandi eyðir bíll með Shell V-Power bensíni 2,4% minna en bíll með N1 bensíni. Það gerir cirka 6 krónur sparnað á lítran til viðbótar við afslættina sem þú færð með orkulykli og skeljungskortum. Skeljungur.
Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Brakandi snilld. Til staður þar sem þínar viltustu fantasíur geta orðið að veruleika. You want to be rich and famous? Hvað raunveruleika? I want him alive. Hvað Recall? Colin Farrell, Kate Beckinsale og Jessica Biel. Total Recall. Komin í bíó. Túborg kynnir Hjálmar á Factory föstudags- og laugardagskvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 11 bæði kvöld og kostar 1500 kall inn. Factory, góðar stundir. Ef maður kann að reikna, engin ástæða til að borga of mikið fyrir stærðfræði. Risastóri og ódýri skiptibókamarkaðurinn í A4, Skeifunni og Smáratorgi. A4. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Jennifer Lopez, sem ansi oft spiluð á þessar útastöð. Til að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957 styttist í góðan gestina hjá okkur. Hann Helgi Ómars á leiðin til okkar. Svo Tuðhotn á sínum stað, en það eins og komið að dagskráliðin núna sem hefur alltaf verið vikulegur áður við fórum í sumarfrí hjá okkur Hjöppa. Og ef ég man rétt, þá varst þú komin yfir í þessari keppni. Já, sem algjör synd og ég þarf eiginlega að jafna það í dag. Þetta flottulega keppnin og fyrir ykkur sem að hlusta í fyrsta sinn, þá þetta þannig að við fáum... Það þurfi ekki svona að fara búið til eitthvað trailer flottulega keppni, eitthvað svona að taka svona best og flottulega keppnin eitthvað. Já, ég meina að þú ert... Flottulega keppnin. Já, þú ert bara skrítin. Mér finnst það mjög góð hugmynd. Þetta er bara hugmynd sem ég var að fá. Já. Og... Ég enda Pétur Jóhann, hann ofta að tala um það, við eigum að ramma hlutina betur inn. Já. Við eigum að gera fleiri trailer. Ok, það sem ég geri, ég senda það mail eftir þátt þessa hugmynd og þú kannski hendur okkur í lunch. Já, hendum okkur í lunch og förum yfir þessa frábæru hugmynd. Okay. En þó ég sé ekki með trailer núna, þá erum við að fara í flottulega keppnina og þar komið þið inn kæru hlustendur því að við spilum báðir 90 sekúndur af lögum sem okkur finnst flott og svo það þið og fyrstur upp við 5 atkvæði, þið ringið inn og fyrstur til að fá 5 atkvæði vinnur keppnina. Og þú byrjar vantilega? Og ég byrja í dag. Ég alveg til í það og það sem ég ætla að gera, ég að fara að taka smá séns. Við náttúrulega erum á... Ég er bara að taka smá séns. Ég allir því. Ég elska að fara út fyrir my comfort zone, taka smá sénsa, bæði hér í þessum þættu og lífinu og það ætla ég að gera núna þó við séum á útastöð. Bob Marley og No Woman No Cry. Smá séns. Nei, það væri engin séns. Það sem ég ætla að gera eins og ég ætla að spila eitt af mínum allra uppáhaldslögum sem kannski ekki beint FM 957 lag. Nei, ég ætla að velja auðvitað. Nei, ég get lofað því að þetta lag hefur aldrei verið spilað á FM 957. En eins og ég segi, þá held ég þetta sé eitt flottasta lag sem ég heyrt. Hlustaði mikið á þessum úlingur og hlustaði en þetta er Metallica með lagið Unforgiven og það er synd að ég fái bara 90 sekundur. Hlustaði nú. Það er ekki flott, Hjörvar. Þá er eitthvað að þér. Ég er ekki að grínast. Þá er eitthvað að. Hér í flottulega keppninni til lagið Unforgiven með Metallica og ég fer svo langt að segja að þið finnst þetta ekki flott lag þá er eitthvað að tónlistarsmeknum hér. Þetta er svona, þú þarf ekki eins og að vera rockari til að fíla svona. Nei, ég er svona harf aftur til ásins svona 91 eða eitthvað. Þetta er bara geðveikt lag, maður. En alltaf þetta var mitt framlag, Unforgiven með Metallica og ég fekk að spila hér 1 mínútu og 40 sekundur úr þessu lagi. Hjörvar farið að gera slíkt sama. Hvaða lag ert þú að fara að setja á, Hjörvar? Ég ætla að, ég ætla að vera með lag. Það var semst verið að velja vanmetnasta lag allra tíma hjá tónlistartímaritinu Music Times. Music Times, hvaða blað það? Kannski sagt það bara Rolling Stones, veist þú allar að reyna að ljúga einhver aðra? Nei, það var verið að velja semst vanmetnasta lag allra tíma í Music Times, þessum hlustendur og þessum að áskrifendur völdu. Og það var komið svolítið skemmtilega óvart að það var lag sem heitir Shut It Down með Akon og Pitbull sem var valið. Ertu alltaf bara með Pitbull hérna? Ég hef aldrei verið með hann, ekki í svona 20 vikur. Víst. Mér datt í huga að hendi í þetta, víst að hlustendur þessa áskrifundur þessa blaðs völdu þetta sem vanmetnasta lag allra tíma því að þetta er ótrúlega vanmetið lag. Nei, ég get alveg lofa þér, þetta er ekki vanmetið lag. Í laginu segir hann My life's a movie, call me Martin Scorsese. Æðislegt. Af því að sko það er leikstjóri. Ok, má ég setja þetta á? Þetta er komið þetta? Ok. Þetta er lagið hans Hjöppa og... Það var valið vanmetnasta lag heims. Þetta lag er að keppa á móti Unforgiven með Metallica.
Þetta sem betur fyrir að enda hérna. Þetta Pitbull og Akon með Shut It Down í flottulagakeppninni. Þvílíkur shocker að Hjörbi skildi sitta á Pitbull. Nei, hérna ég líka mikill Akon-maður. Þetta líka mikill Akon-maður? Já, það reyndar eins og þessi í keppni hvort þeirra sé verri tónlistarmaður. En það hins vegar komið að hlustendum að ringja hér inn í 511-0957. Þetta allt í ykkar höndum og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur flottulagakeppnina. Reglur hafa ekkert breyst, þannig að nú erum að gera ringja og ég opna fyrir síman. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Introð í Unforgiven rosalega langt. Já, ég veit það. Sammála. Nei, það samt svo flott. Ég ætla að setja like á þetta. Nei, þetta samt svo flott lag, maður. Og ég ætla að sharea þessu, býtu, ok? Ég fær þetta samt, en verið næst með breska músík. Já, með breska músík. Ég verður með Pulp eða eitthvað. Nei, Muse eða eitthvað. Já, Pulp og Muse, þetta báða mjög góða hljómsveitir. En takk hérlega fyrir atkvæði, ég ránaði með. Ok. Stengur, takk fyrir. Það er 1-0. Það er Unforgiven með Metallica á móti Pitbull featuring hvað heitir lagið? Shut This Down. Shut This Down. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Hjörbi, þú áttir ekki séns í þetta núna. Snillingur. Jú, þetta er jánaði með tónlistamísinu. En það er svo gaman að miðaldra menn séu að hlusta á FM. Jú, það er að vita það. Miðaldra menn? Halló, kallið minn. Þetta er kopnungur maður, ég heyri það. Ég er gaman að við séum að ná til gamla fólksins og takk hérlega fyrir þetta. Það er fyrir það. Herru, takk fyrir að hringja, hann er bara sögtur. Herru, takk hérlega. 2-0 hér fyrir Unforgiven með Metallica. Hver fær þitt atkvæði? Það er klálega viti. Djöfessi snillingar er að hringja núna. Staðan er 3-0. Pitbull má ekki vinna einu sinni enn í þessari keppni. Nei, hann er yfirleitt ekki verið að vinna því að það er svona, ok. Ná, hvað er það að segja? Hann er ekki nógu góð tónlistarmaður. Nei, hann er náttúrulega, hann er ekki þessi mainstream gæi, þannig að... Ekki mainstream, þú talar að segja Mr. 3 og 5 worldwide. Er það ekki mainstream? Herru, takk fyrir atkvæðinur. Alveg. Herru, staðan er 3-0 FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Það er blöð. Það er blöð. Herru, er þetta walk? Það er náttúrulega bara að fara að heyra í frænda sínum og þeir eru bara að hlusta tónlist saman. Já, ég er ekki frá því. Það er eitthvað tónlistarsmögtum á það hinum meginn. Alveg klálega. Herru, takk hérlega fyrir þetta. Staðan er 4-0, ég væri... En þetta var náttúrulega eins og ég sagði á hann, þetta var alveg vannmettast að laga allra tíma. Ég væri til í það sem ég kalla sweep. Af lesendum hérna. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Blöð, það er 5-0, það er sweep í dag. Hvað þetta er fallegt. Þetta er búið að bjarga fyrir mig vikunni, það er ekki lóknara. Takk hérlega. Það er ekki farið. Ok, bye. Hjörvar Hafliðarsson, þetta er í fyrsta sinn sem það gerist í flottulagakeppninni að lagið fær ekkert atkvæði á móti. Reynda viðurkenni ég það að ég tapaði líka 5-0 fyrir hérna Bjössa í sumarfríinu hinu. Okay. Hann kom þá með hérna, ég mætti með Jenny from the Block, með Jennifer Lopez og held ég væri með ósigrandi lag þá. Þá hnoðaði hann í Gangsta's Paradise með Coolio og ég var bara rótaður. Þú varst rótaður aftur í dag. Það er gott að heyra að... Ég kem með vannmeti lag og it was a gamble. Mér finnst það aðdáunarvert að hlustendur mínir hafi, svona mikið vita tónlist. Þetta er Unforgiven með Metallica svona 10.000 fyrir betra lag. Herru, svo ætlum við að tala við Helga Ómarsson. Já. Hann er opnað nýja síðu tísku og allt sem að ríkja við. Það er margt sem ég vil spila við. Hvernig bloggar tísku og eru við fashion icons eða? Þú ert það kannski. Fashion icon, yes. Byrjum á þetta. Nýtt efni frá henni. Ég við ekki að fúslega, ég er mikill fan, huge fan eins og ég segja. Ég vil þakka aftur hlustendunum á hann fyrir þetta K.O. Hjöppa, fó 5-0 í flottulagakeppninni. Var ég með K.O. eða eftir að tala um K.O.A.? Það sem ég var með Unforgiven með Metallica og Hjöppi kom með Pitbull og Akon. Það fó 5-0 fyrir ykkur sem voru að stilla núna. En það er ekki það sem við ætlum að ræða nú því að ég beint á móti mér sitja two fashion icons. Annars verður Helgi Ómar sem er gestur hér í okkur, verður velkominn. Takk fyrir það. Og svo sjálfsögur Hjörvar Hafliðarsson sem að fylgist vel með tísku. Já, segðu. Það er opnað ný síða og Helgi er einn aðalmaður þar. Já. Trendnet.com .net, þetta var smá hérna... Mistu ekki monitor? Já, það þarf að svolítið taka það fram að þetta er .is. .is? Já, þeir sem að skoða monitor þurfa að hafa það í huga. Ok. Trendnet.is og hérna þarna verður bloggað um hérna tísku. Og þarna er þú og mikið af glæsinum konum, Hildur Ragnarsdóttir, Elisabeth Gunnarsdóttir, Andrea Rögn Jónasdóttir, ekki dóttir hans Jónas er í K.R. Jú, ég held að Erna Rönd Hermannsdóttir, Patra Sri Janagó,
Patra. Hvernig sagði ekki bara Patra? Og hérna Svanja Lovísa Kristinsdóttir, Helgi, hvað verður á þessari síðu? Þetta er þess að þeir svona helstu tískubloggararnir sem eru að koma saman í eina síðu. Tískubloggararnir? Já, það eru svona þessir það eru tískubloggarar og Elisabeth Gunnars og Álfrún Páls, hún hérna sem er editorinn, þær fengu það hugmynda að fá þetta allt undir sama hatt. Okay. En eru þið sem sagt öll, nú spyr ég bara svo fá þetta, eru þið öll búin að vera með svona vinsælar tísku bloggsíður? Við erum 2 ný, ég hef bara eitthvað svona lítið. En Andrea Röfn, módel, hún er ekki með reynslu, held ég, hún er ekki búin að vera að blogga mikið. En allir hinnir eru með mjög vinsæl blogg. Og hvað er þetta? Er þið bara hendin fötunum ykkar? Hvað þarf að gera? Sko, já, þetta er rosalega, þetta er mismunandi. Hver og einn hefur sinn stíl. Ég er náttúrulega bara með stráka tísku og svona skemmtilegt sem tengist kannski, sem hallast meira kallmennum og strákum, og hinnar eru mjög mismunandi stíl og þessin er þetta líka skemmtilegt. Já, þetta er það, en hérna, ég hef tekið eftir oft að vera að tala við svona tískugúru og svona, og það er talað svona, já, fylgir tískunni? Nei, ég fer svona aðalega bara í það sem ég er að fíla. Ég er útaf mikið vintage núna. Eða þú veist, það er bara svona eitthvað white trash eitthvað og vintage líka. Ég reyna að blanda þessu öllu saman. Þú veist, reynir þú að elda tískuna? Ég er auðvitað komið með mjög leiðilegt þar núna. Ég er pínu eins og þú varst að segja. Já, þið segja þetta öll við svona tískulið. Já. Það er alltaf þannig, þeir eru með eitthvað eigin stíl. En ég teldi mér svo rosalega nískur. Ég er ekki að kaupa mér Gucci eða eitthvað svoleiðis. Ég elska að fara í, þú veist, finna gömulföt eitthvað sem bara enginn að nota, mér finnst það geðveik. Ef ég ætti nóga pening þá væri eins og Gucci væri búin að æla mig. Það væri bara þannig, ég væri allir þannig. Bara í Gucci jakkanum mínum og skónum. Ég er bara gefnaði. Louis Vuitton. Já, svo er oft svona eitthvað sem að þið trendsetja að þið setjið eins og, þú veist, eins og með skyrtur, til þess bara venjulega svona skyrtur. Allt í einu átti maður að fara að hneppa þessu alveg upp í háls. Já. Og eitthvað svona japanskt. Já, átti að vera eitthvað svona eitthvað. Og svo er það oft þannig að segjum að einn stelpa kaupið sér eitthvað svona svartan brjóstarátara eða hvað sem eru innan undir og hvíta skyrtu, svona gegnsæða skyrtu, svo bara einn daginn fóru allar í það. Já. Hvað ætli þið að gera til að koma í veg fyrir að svona sprengjur eigi sig ekki í stað? Tísku í FM 95 í fyrsta sinn. Við fjölbreytni þetta. Þetta er, þú veist, já, við fjölbreytni. Þú veist, af því að það er eins og segja, allar eru svo ólíkar. Hérna er eitt, þú veist, Hildur Ragnars er algjör svona pínu svona rockari. Og svo er önnur sem er algjör svona, henni finnst allt mjög svona fallegt, það fattar mig, blóm og eitthvað. Það er svona, já, ég held að fjölbreytnin sé svona það besta við þessa síðu. En hvað er svona þínu mati af þekktum Íslendingum? Hverjir kunna klæða sig á Íslandi? Svona erum að tala um leikara og söngvara og... Ég verð að segja Bjöllinur. Bjöllinur? Ég sá hann daginn. Það er ekki bara líka þegar hann er svo myndalur, það er ekki, það er náttúrulega... What a man. Hann er bara einhverju ullapeysu og einhverju svörtu gallabúsum og það er bara svona... Já, hann veit alveg hvað hann er að gera, sko. Já, leðu ég eitthvað ullapeysu, sko, fötin sem hann er í, ef ég kem í þessu einhvern veginn í partí, vinið minn bara grenja og hlátur og spyrja bara auðvitað, hvað er þetta feikna að vera? En þú veist, eins og þessi Högni í Hjaltalín, er hann kjánalegur eða er þetta cool? Sko, það er náttúrulega bara mismunandi í vissum... Er hann að þefa lími, veistu það? Ég þekki hann ekki, sko. Nei, ok. En mér finnst hann mjög sælur. Mér finnst hann alltaf mjög... Mér finnst tónlistin hans briljant, en mér finnst þetta orðið ómikið. Öddi, stundur langum svo kílaði, sko. Þú segir eitthvað svona, sko. Jó, alltaf líka flotlega. Það er alveg bóti. Herru, hvað segir þú? En hvernig á hárið að vera í haust? Er Hermannalúki að koma inn núna? Ég veit það ekki. Ég væri til nefnilega ef þetta er þið viðurkennt, sko. Já, þá myndi allavega Öddi passa vel inn. Nei, hann nefnilega, það er alltaf svona smá í kívíinu, sko. Já, ég er bara, þú veist, það er mjög stutt þegar ég fara að taka Jordan-lúki, sko. Það fer að detti. Að skafa þetta, já. En sko núna er náttúrulega, þetta er svona ljóst í hárinu, hafðu ekki séð þetta á stafnum. Þú veist, það var eitthvað dögt hár og svo kemur svona ljóst niður. Og ég held að það sé alveg svona sem er í gangi núna. En núna erst þú í gallaskipti, er það ekki svolítið 2009 eða? Eða sofnaði ég og er ég komið tilbaka til ásins 2009 þegar ég orðaði? Mér finnst þetta bara svo flott. Nú eru tattúin alveg þetta út eða ekki? Þú eru eitthvað oft. Þannig að núna eru allir að fara að losa við þetta, ekki? Ég var að hugsa þetta í dag samt. Ég var að hugsa þetta í dag. Sérstaklega, sko, þið sjáðu alltaf þessa handrukkara og allt þetta. Þú veist, maður fær svona,
hann er með tattoo. Þú veist, þessi svona stóru mössugæjar sem eru svona algjörir, svona, en svo er bara, þetta er bara svona öðruvísi dæmi. Þú veist, svo er ég, nú er ég með alveg 14 tattoo og það sem ég er að gera, ég er að dokumentera í rauninni bara lífið mitt á líkamann. Þú veist, ég er með fjölskyldun út allt og... Þetta dokumentera lífið þitt á líkamann? Já, í rauninni. Það er rándýrt. Já, þetta er svolítið dýr. Þá þurfti ég að fá mér einn rauðan Hyundai Coupe á bakið. Þeir eru með skilna foreldra minn á ökklánum. Nei, ég segi svona hvað er það að gera? Ég er að dokumentera lífið mitt. Nei, ég er með svona sem að minn alltaf þýði eitthvað. Æ, þetta er svona jákvæða. En er það ákveðin hluti sem eru alltaf svalir, þú veist, nú er maður alltaf svona... Hvað fer aldrei út tísku? Timberland skótin hana, eru þeir alltaf svalir eða? Nei, það getur vel verið að þeir fara út. En þú veist, þetta er bara svona... þessi er erfið. Ég þarf að fá alveg að hugsa. Þú veist, en Siljan, er hún kannski að fara að koma aftur inn? Nei, En nú er búið að vera svona hipsterinn og svona, þú veist, ef að bankar með auglýsingar, þá fá þeir alltaf eitthvað svona strák með svona úfið hár og svona stelpu sem mála sig ekkert rosalega mikið og eru bara eitthvað svona lið sem hún getur hitt á kaffibönnum og svona. Er þetta ekki verið að vera svolítið þreytt? Er ekki hnakkin að fara að detta aðeins aftur inn? Þú veist, þessi ljósabrúni gæi sem fer í ræktina, er að hrikalega... Nei, ég sé. Núna er þú veist, blanda, fattiði mig, þú veist, það er allir í ræktina en þeir eru allir með tattoo. Þeir eru allir svona, eitthvað svona pínu, það er svona aðeins í þessari hipster... menningu eða eitthvað, það er einhvern veginn allt. Hipsterinn, hann lifir það ekki? Núna, jú. Converse, fara þeir einhvern veginn á tísku? Nei, það er akkurat þetta sem er mjög... Það er eina sem ég dyrka, mér er alveg saman öll föt, ég safna Converse skóm, það er svona eina... Safnar þú Converse skóm? Já, ég safnaði mig ekkert en ef ég sé flotta Converse skóm, kaupið. Akkur er Converse samt? Mér er bara eitthvað alltaf flott að það. Bæðið hvort sem eru í jakkafötum eða gallabuxum. Reyndar ég nú mjög lítið inn í tísku. En gott að þeir fara ekki á tísku. Nei, ég held ekki. Ég held að Gothið sé að koma aftur. Gothið? Já. Fjandinn, nei. Það maður að vera svona hálf hvítur og... Þú sér alltaf þessar gattar, það eru gattar út allt. Þú veist, nú er þetta... Þú veist, þá get ég fengið að... Jafnvel punkið að koma inn á til? Já, eitthvað svoleiðis. Ég var náttúrulega hardcore Gothari sjálfur, svona ég er annað með það. Ert þú að... Já, ok. Já. Allir í svörstu ekki og... Er það ekki Marley Mansson? Ég var með make-upið og göttinn og ég var í... Það er viðbjöður. Ég vona það komið ekki rættur. Helgi er samt svona nettur svona gæi sem að hann er bara 21 sko. En hann náði til að tala saman sem hann sé fertugur sko. Já. Ég var einu sinni. Og svo bara... En maður búin að tala við hann bara, býtu, hvað er þetta gæi sem gama? Helgi líka þannig sko, ef hann setur einhvað inn á Facebook, boom, 90 likes. Hei, ég setti status til þess að fá like, þú veist, á FM 95 blöð. Já, ok. Ég var að tjekka því að ég fekk að vita og hafi sagt það á hann. Ég er bara snild, ég seti status. Þetta er svona, ég er að tjekka. Já, ég ætla að skoða þetta eftir, það er Helgi. Ef ekki að taka Helga líka í smá spjallum helgina? Jú, herðu, ok, við reyndar ég þarf að fara hérna aðeins í auglýsingar. Svo komum við aftur hér grjótharðir strákarnir. FM 957 kynnir Instagram-leik Egils Appelsín. Átt þú góða mynd af ekta íslenskri upplifun? Skelltu myndinni þinni á Instagram og hashtagga hana með Egils Appelsín. Á hverjum degi er mynd dagsins valin og ef þú átt hana, farðu kassa af Egils Appelsíni. Besta mynd sumarsins verður valin 17. ágúst og fær myndasniður nýjan iPad frá ekli.is að verðmæti 89.900 krónur. Nánar upplýsingar á nýrri og frískandi heimasíðu appelsín.is. Vertu með, fangaðu ekta íslenska upplifun með FM 957 og Egils Appelsín. Það er kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Hide Your Kids kemur fram og það er að sjálfsögðu frítt inn í boði Túborg. Bjór á 450 og skot á 450. Bar 11 og Túborg fyrir fólki í landinu. Útsalan er í fullum gangi. Ekki missa af henni. IKEA. Túborg kunngjörðir. Bar 11 á 9 ára afmæli þessar mundir. Í tilefni þess verða bjór og skot á aðeins 900 kall alla helgina. Bar 11 fyrir fólki í landinu. FM 95 blöð. Á FM 95.
Með Where Have You Been hér í FM 95 Blu á FM 957 styttist í döðhotni hjá okkur Hjöppa en við erum ennþá hér með góðan gestina hjá okkur Helgi Ómarsson Helgi Ómarsson og að fara að opna síðuna trendnet.is. Já, ég samt ekki að opna sko. Ég fæ bara þú ert þetta eina sem ert með og þú ert gæinn þarna og ert aðalmaðurinn. Ég sé að stelpan sem skrifar þessu opnu, þetta er svo skemmtilega lítill heimur. Jón Ragnar Jónsson er ritstjóri Monitor. Hann á frægan bróður sem heitir Frikki Dór og stelpan sem skrifar þetta, það er einmitt kærtan Frikka Dór segði ekki. Sjúklega sætt. Já, ok. Þetta er ekki mögnum staðarinn. Þetta er bara keep it in the family. Keep it in the family. Þetta var svona svo Blöð myndi gera þetta. Blöð var þannig að hann gaf öllum vinnum sínum frá Sauðárkróki séns í sjónvarpi. En þeir reyndar krökkluðust allir fljótlega í burtu en Helgi, víst þú ert hérna. Já. Það er stór helgi framöndan. Algjörlega. Laugardagurinn, tekur þú þátt í og kannski, sko, þú ert náttúrulega tekur þú þátt á laugardaginn? Sko, í göngunni? Já, göngunni góðu? Ég hef verið með, þú veist, í göngunni sjálfri. Já. Og þetta var fín reynsla og á tíma, eitt skipti þá leiddi ég bara mömmu og þáverandi kærasta minn sem var frábært, þú veist, það var svolítið hvað þetta var. Mér langaði ekki að fara í kjóla eins og þess. Nei. En svo í fyrra þá stóð ég og horfði og þetta er sem samkynhneigður einstaklingur þá er þetta frábært, fattar mig, þú veist að horfa á þetta, maður verður einhvern veginn aldrei eins stoltur og ánægður. Þess að þetta er yndislegt, ég er mjög spenntur. Já, en þú ert ekki að fara að sitja á einhverjum Cadillac í nýþröngum gallaböksum eitthvað? Nei, ekki þetta skiptinu. Nei. Þú veist, og hvað er í gangi hérna? Er eitthvað helgar en partí svo kvöld eða? Já, þetta er náttúrulega vika sko. Þetta er í gær að dragkeppnin. Já, þetta er alltaf löngu byrjað. Já, dragkeppnin var í gær og... Ég er ekki alveg með pötan á bólsinn. Nei. Veistu hvað, ég var samt að viðurkenna eitt. Ég hef einu sinni farið hér á Íslandi. Nennar að fara að pall, please. Nei, ég fór ekki að pall. Ég fór í að... Jú, það er til að sjá Hjöppa maður. Ég fór einu sinni á Spotlight. Á Spotlight? Já, ég datt ekkert í hann óvart þar inn. Já, fyrir lengur. Nú ertu fann að tala eins og strákarnir, hörru, ég datt nú einu sem óvart inn á Spotlight. Hvað, býtu hvað? Það er ekkert að ég að fara inn á Spotlight. Ég fór stundum inn á Bruno og Spotlight var svona gamall staður sem var svona eins og Barbarella, já. Hann var það miklu stærri á bíla, held ég. Sko, Spotlight var rísa staður. Hvernig var þetta? Það er svona 2001, Veistu hver Rósa er? Það var 9 ára. Rósa, svona hvað heitir Rósa Spotlight? Verða gamli. Er það gælan í hlepara? Hún er svona Asian looking. Var allavega, ég hef ekki séð hann í mörg árum, svona myndalega stelpa. En það var svona eiginlega, held ég, eina skipti sem ég hef séð svona búr sem fólk er að dansa inn í, svona á Íslandi. Já, en þetta er svolítið erlendis. Ef þú fer að skemmtist erlendis, þá var fullt af fólki bara upp á sviðið í búrum að dansa. Já, menningin hér náttúrulega bara allt öðruvísi. Þetta snýst bara þetta er bara kjötmarkaður hér. Mundi það eitthvað virka, lappin á austur og þar haldið? Líka bara að sjá, þú veist, dörtunær með ólegerskilu, það var allt brjála. Þú veist, þetta er í brjála. Það er líka það, hér þekkja allir alla. Haflega svona búrin eitthvað, blessaður! Nei, maður bara er þetta ekki Baldur sem er í skóla eða hvað? En þeir sem eru ekki gay, þeir mega samt mæta það ekki. Auðvitað. Það er ekki þannig að þið hendið úr göngunni eitthvað. Hei, þetta er okkar tími, við eigum þessa göngu, bestu bara heima þar á maður. Nei, þetta er náttúrulega, núna er þetta, sko, gay-pætt er náttúrulega bara svona geðveikur fögnuður. Það er fattum, þetta er bara fjölskylda. Bara risa hátíð. Já, bara fjölskylda hátíð. En svo náttúrulega á Broadway alltaf, það var alltaf Palli, sem einhvern veginn maður misti aldrei að sjúklega gaman. Nú er þetta Broadway. Já, búið lífa NASA. Já, sem er þetta fínt, það fer maður bara út úr bænum og djammar og fer svo heimskilu. En er enga bullur svona sem mæta þarna og eru fullar og eru svona skemmta sér þarna og eitthvað? Hækjur. Er það svona bullur, svona eitthvað svona bara að keyra sér vel í gang fyrir gönguna og alveg eru svona frekar pumped up? Já, í göngunni sjálfur? Já, jú, alveg það er pottitt eitthvað, en það er reyndi ekkert rosa algengt. En hækjur? Já. Hvað er það? Píur sem að eiga svona 16 hómaðinni. Er ég úrslega leiðilegur að segja eitthvað svona? Nei. Það er svona til. Já, ok. Píur sem eiga 16 hómaðinni, kallast það hækjur? Já, þetta er svona stelpa sem er með hómanum, fattar mig. Það er svona hennar þeng. Já, en þetta er alveg til, en ég menn að þetta er alltaf góða stelpur. Þar heyrið það. Það er trendnet.is. Já. Klukkan hvað? Já, opnar 9 í kvöld. Nú færðu hérna alveg 15 sekundir til að plugga öllu sem þið langar til að plugga. Segðu okkur nafn á síðinni. Ok, sko, ég fekk punta að því að ég er típa sem að klúðra öllu. Ok, má ég? Já. 1, 2, go. Let's go. Ok. 10 sekundir eftir. Opnar kl. 21 og hérna...
Já, mér langaði að segja, nei, það skiptir ekki máli. Ég er búinn að segja þetta. Já, ok. Þetta er allavega, þetta er mjög spennandi og þetta er snill. Opna klukkan 9 og slóðin er trendnet.is. Tekið á þessu. Helgi, takk kærlega fyrir að koma hérna til okkar. Takk. Kærlega gaman að hitta þið. Sömuleiðis. Og við ætlum að fá... Nei, herðu það. Jú, sett þetta á, please. Sett það. Ég elska. Við ætlum ekki að slaka á þessu. Helgi bara fjekka hérna í sætinu. Við ætlum að fá Kelly Clarkson, Because of You. Yeah. Lag hér á 5. degi FM 95 blöð. Kelly Clarkson, Because of You. Það er einhvern veginn, hún er alltaf með allt á hotnu sér, hún Kelly. Já, ok. Hún er alltaf eitthvað búin að særa hana og... Er það ekki bara lögin það? Já, það er bara í lögunum minnar. Fílar að semja það. Þú veist, hún þorir ekki að labba rétt hjá, gangstétt út af honum. Að þeir gangstétti minnir að ná hana það? Já, þú veist, bara óörug. Ég veit það ekki, maður. Gangstétti minnir mig alltaf á þig. Já, en Helgi var skemmtilegur og við þökkum honum aftur kærlega fyrir komuna. Það er virkilega skemmtilegur ungur drengur og já, við hvetjum fólk til að kíkja inn á þessa síðu í kvöld sem opnar klukkan 9. En við vorum að ræða eitthvað ringkeppni í eitthvað þar sem vorum að tala fyrir þættinum. Já, og biðan maður spjallu vegna Gay Pride. Já, spjallu að ringja eitthvað sem er ekki samkynniður og svona heyra hvernig það reynir að snúa sér út úr því. Hvernig það gengur. Það er ringi, já, hérna var einn að lappa fram hjá okkur, það er ringi hann. King Valdi Björn var að lappa þetta fram hjá, skulum sjá hvort það hans var. Please. Valtari. Já. Valdi Björn. Já. Sæll og blessaður Öddi hérna. Sæll. Sællins. Hjöppir þetta með mér. Lesaður. Lesaður. Herðu, við vorum að spá í, værið þú til að kíkja hérna á okkur og ræða gönguna á laugardaginn? Gönguna á laugardaginn. Gönguna? Já. Hvaða göngu? Nú, gönguna á laugardaginn. Hvaða göngu þarna? Þarna... Er þetta ekki að fara niður í bæ? Serðu þig? Já! Já, blísur. Hvað? Á ég taka hliðar saman hliðar eða? Alltaf viltu ræða þetta eitthvað við okkur? Nei. Verðurðu með pall? Nei, ég verð ekki með pall, ég verð sannlega í golfi. Veitu hvað, en ákveður ætlar ekki að fagna með auðvitað og félögum? Hvað ákveður? Ég get sett eitthvað skeiti, það er ekkert mál, en ég er ekkert að fara að fagna sérstaklega með ykkur, en þú maður nú að senda kannski einhverja smá hamingjóskir á vegginni og blöð á laugardaginn, kannski til hamingi með daginn. Já. Já, ég Herðu, gaman að heyri þig, Valdir. Herðu, verðið þið léttir, ljúfur og kátir? Alltaf. Og mítjumri er allan daginn. Já, mítjumri er náttúrulega, það er náttúrulega slókan sem á bara að gefa út. Það er besta steikinn. Það er besta steikinn. Tekkaði, vinnur. Takk fyrir þetta. Bye. En sko, þarna kemur inn saman miskilningur, eins og Helgi var að segja okkur á. Þetta er náttúrulega fjölskylduhátíð og að fara á fullt að liði niður í bæ. Þetta er ekkert bara fyrir fólk sem er samkynnið, sko, að fara á það. En er þetta, nú hef ég aldrei farið á þetta, en er eitthvað, að þið... Hefur aldrei svona án gríns, veist að reyna að spila eitthvað svaðan hérna eða? Ég hef aldrei farið niður í miðbæ Reykjavíkur. Það er aldrei gert? Nei, ég hef aldrei farið í miðbæ Reykjavíkur millir svona 9 og 5 á daginn. Já, ertu að bara tala um 17. júní og allt líka? Bara aldrei. Hvað okkur? Því ég bý ekki Reykjavík og hef aldrei búið þar. Já, gott veður og svona. Ég bý í Kópavogi, það er allt þar. Gay Pride og menninganótt, enn á menninga. Hefur aldrei farið niður í bæ á menninganótt heldur? Á deginu til? Já. Ný. Já, ok. Aldrei. Já, en það er algjör miskilningur hérna í okkur að láta eins og þetta sé bara fyrir þá sem eru samkynniðir, sko. Nú, byrju, já. Já, bara fólk hérna á öllum aldri og bara eins og hann var að segja þetta á hann Helgi. En þú veist, er fólk í einhverju svona leðugöllum eða einhverju svona að berja hvort annað með einhverju svona svipu eða eitthvað svona á bílnum eða? Nei, það er allavega ef ég ekki orðið varð við það. Ok. Nei, ég trúi því nú ekki. Nei, ok, ég veit ekki. En Valdi Björn, hann var að fatta þetta. Hann vildi að hann ekki koma eitthvað til okkar að ræða gull. Nei, hann líka svo fyndið þegar að fatta þetta. Og hann vissi ekkert hvað hann átti að segja. Það er náttúrulega bara einn Valdi Björn og fyrir nefnilega ákveðinni kynnslóð, kannski kynnslóðinu sem kannski okkar og aðeins hérna. Þá er svona Valdi Björn þeirra Bjarni Fel. Já, það er bara þannig. Hann er náttúrulega sagt bara fólk í íþróttafréttunar bara sem það mann eftir. Já, ég man alltaf þetta Valdi Björn bæði íþróttafréttum og svo NBA með Einari Bolla og allt þetta. Ég var líka bara það heppinn að Valdi Björn átti heima rétt hjá mér þegar ég var lítið, sko. Þetta var, it was my icon. Já, var það bara veisla fyrir þig? Valdarinn. Já. Toppmaður.
Down hér í FM 95 Blö. Hvað var Fred Durst? Fred Durst, já, hvað var Fred Durst og Linkin Park? Þeir eru alveg dánir einhvern veginn. Linkin Park líka dánir? Nei, hérna, hvað ætla ég að segja? Limp Bizkit. Limp Bizkit, já. Limp Bizkit, maður. Hvað var þá félag? Þetta fílar að leiða þarna með Stained og Fred Durst, hérna. I'm feeling those lighters. I'm looking in. Ég var alveg að fan þegar það kom út. I can see through you. Setta þið flottulega kjærminu næst. Kannski fæði eitt stig. Gæti fengið eitt atkvæði þá. Það jæmt á millugar. Ég tók náttúrulega sometimes I gamble. I'm a gambling man líka. En við Hjörvar Hafleðarsson búin að vera með ykkur síðan klukkan 4 í dag. Við þökkum fyrir hlustunina. Við þökkum fyrir hlustunina. Já, ég verð mættur einn aftur á morgun klukkan 4. Ég þarf eitthvað að finna einhvern góðan gestastjórnanda því að Egill Einarsson sem að nú byrjar aftur. Ég hef með hugmynd. Ákveð ekki bara að fá vestklædda mann Íslands. Rikka G. Rikka G. Nú svona eftir að hafa fengið tískublokki þá erum við með hann allra vestklædda á landinu. Rikka G. Og núna er hann mættur hérna í einhverjum svona, já, svörtum gallabuxum eða ekki. Já. Bláum Asics-ból frá sporthúsinu. Asics-ból, svona hlaupaból. Þú reyndar mistir að hjálpa hérna, mistir að Rikka í gær. Pétur Jóhann vorum gríða lánað með hann. Hann mætti hérna í gær í bleikri skýrtu, svörtum buxum, upp og dressaður. Herðu, kom það ljós, konu hans átti ammali. Hann þetta á svona sparifötin. Hann er ekki þannig að koma við. Herri, takk hérlega fyrir mig í dag og við verðum með ykkur á vikurliðinni klukkan 4 eins og vanalega. Við ætlum að enda þetta á flottri tónlist. Ég ætla að enda þetta á laginu á leiðinni heim. Þetta er lagið á leiðinni heim, hér á FM. Góða við það, að ég get hoppað núna út í bíl og hlusta á þetta leiðinni heim. Hér á FM. Þetta eru Stereophonics, Handbags og Gladrex. Við Vein Rúni félagarnir eigum það sammeilegt að við fílum þessa ljósitt. Takk hérlega fyrir hlustun í dag og takk vel á móti Rikka G. Herru, þú fegst ekki eitt atkvæði flottulega. Pröfu á skrift á tónlist.is og þú ert komin í pottinn. I don't give a fuck. Taktu þátt í sumarleik séð og heyrt og þú gætir unnið ferð með WOW Air ásamt fjölda annara vinninga. Nánar upplýsingar leikinn í nýjasta séð og heyrt. Bara góðakjöt á grillið. Góði. Alltaf góður. Hamborgarafabrikan fæst í Hagkaup. Sláðu upp þinni eigin fabrikuveislu. Þú færð allt hráefnið í Hagkaup og grillbók. Spray frá Lee Stafford, eins og nýkominn af ströndinni. Lee Stafford hárvörur sem fást í Hagkaup og Fjarðarkaupur. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp í næstu verslun. Nóa-kropp. Brakandi snilld.